Kæri Jesús, ég lofa þig og ég tigna þig og ég þakka þig fyrir það sem þú ert að gera í mínu lífi. Hjálpa okkur til þess að meðtaka boðskapinn þinn og hjálpa okkur til að gera hann á okkar boðskap og svo framvegis Drottinn Jesús minn og ekki láta hjá líða að tala það sem þú vilt segja inn í aðstæður og kringustæður, einstaklinga og samfélag sem út í það farið Drottinn Jesús minn. Aukt okkur trú því við þurfum á trúni þinni að halda. Í Jesú nafni. Amen. Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum mætt til þess að heyra hvað Drottinn hefur við okkur að segja og höfum nú góða reynsla af því að það er nú eitthvað gott, göfugt og fallegt sem að hann hefur. Og við erum móttækileg með hjartað opið fyrir því sem hann sér og vegna þess að þar er reynslan bara góð. Við höfum séð margar fjöruna sopið og ekki allt svona neitt sérstaklega glæsilegt sem við höfum orðið vitni að og né reynt á okkur sjálfum og það sömu höfum við stuðlað, í öðru höfum við lent á þess að hafa neitt unnið til. Svona bara er þetta líf, en það þýðir ekki að fást þetta heldur. Hvernig sem aðstæður er að nú samt okkar verk að glíma við það, fá út úr því sigur og við verðum ekki sigurvegara nema glíma við verkefnin hver sem þau eru og það er eitt af því sem að trúin á Jesú Krist kemur okkur út í, fær okkur til að gera, því annað er ekki að ræða. Lífið er hérna, það er núna og ég þarf að lifa því núna og hef ekkert annað nema núið til að lifa mínu lífi. Er það ekki annars bara sannleikur málsins? Kannski vildi einhver að það væri öðruvísi en þetta er bara staðan. Og við fengum þennan dag til þess að moða úr og sum okkar erum þakklátt fyrir það að hafa fengið þennan dag til þess að bæta aðeins við reynslun okkar inn í þessu lífi. Sum af okkur erum þakklátt fyrir okkar líf og aðrir hafa kannski ekki alveg komist á þann stað að þakka fyrir sitt líf og spyrja sig kvörtunarspurningarinnar, hvað hefur þetta líf fært mér? Því þetta er ekkert annað en kvörtun, aftur og því að lífið er svo bara með annað fólk, það hefur fært þér margt gott. En lífið er líka þannig að það gefur okkur alls konar pústara sem að við báðum aldrei og unnum kannski ekki til en þurftum að þola. Þetta er bara lífið. En við horfum fram hjá þessu, vitum af þessu, þökkum fyrir það þegar þetta á ekki við okkur og svo þökkum við fyrir lífið og þökkum eftir að Guð kemur til skjalana, honum fyrir að við fengum að njóta og nýta okkur daginn og svo kom trúin inn í það og hún hvetur okkur til þess að nota sig, sem sagt trúna, til þess að boða Krist, krossfestan og upprisinn. Og sumir eru iðnir við það og allir kristnir menn sem á annað borð fyllast heilaga anda vilja þetta. Annað er síðan hvernig þeir akta og hegða sér að þessu leyti. En þetta er pottþétt það sem að hver einstaklingur sem á til trú vill. Það er bara engin spurning um það. Og þetta er eitt af hlutverkunum okkar sem að státum af því að eiga þessa blessuðu trú. Að við þurfum að segja frá Jesú. Hann er það sem að þarf að heyrast. Við höfum allt hitt, þá þarf engan ekki að hvetja nokkurn mann til þess að tala um allt sem er að gerast. Ekki sé talað um allt sem er að, það er nóg af slíkum röddum. En við erum svo sem getum alveg verið þar ef við viljum og því miður erum við það oft, en stundum bregðum við fyrir okkur betri fætinum og tölum um Jesú. Og þá vorum við aldeilis komin á réttan stað með okkur sjálf og í þessu öllu sama því að hann er málið. Hann er það sem þarf að heyrast, hann er það sem getur bætt og breytt manneskju frá því að vera reiðri manneskju yfir það að vera glöð manneskja. Ein og sama manneskjan getur alveg kúvent í þessari afstöðu. Og við höfum séð þetta. Þetta er eitt af því sem að gerist þegar til að mynda manneskja svo kallað frelsast. Þá verður hún þessi glaða manneskja. Og hún getur alveg verið glöð manneskja sem eftir lifir. Það er að segja
ef hún vinnur rétt með það sem hún fékk að gjöf. Gjöfin sem sagt heilagur andi, gjöfin þessi trú, en mitt verk að koma þessu þannig til skila til mín að ég sjái þetta gagn. Og hvatningin sama, eigum samfélagi lifandi Guð hér og nú, í dag, þegar við fengum þennan dag til þess að tala við hann á. Hann gaf okkur gærdaginn, hann liðinn og það verður ekkert endurtekið þar með beinum hætti sem þá gerðist. En nú hann getur minnt okkur á það að við ræktum samfélag við hann þá og við ætlum að gera það sama í dag en við þurfum þá að velja það. Það gerist ekkert nema ég ákveði að fara þennan veg og þetta verður aldrei frá mér tekið. Það er þetta val sem ég hef og það eru þetta með stærri gjöfum sem hvert mannsbarn hefur. Að hún getur valið. Það velur enginn í raun og veru fyrir hana. Ef einhver velur fyrir aðra manneskju, þá gerist það að hún í raun og veru tekin nauðbeygð að þessu verkefni og hinnu. Getur vel verið að til þess þurfa að grípa því að það getur svo margt gerst hjá manninu sem að hreinlega bara brenglar vitið og þá þarf að kannski að taka á því. En þegar allt svona normalt og eðlilegt þannig séð þá mun maðurinn og líklega mun maðurinn reyndar alltaf upplifa sig sem þvingaðan tekinn. Hvernig sem aðstæður hans eru. Því ef að maðurinn með einhverjum hætti brenglast í höfðinu þá sér hann nú ekki það sem að og það nú auðvitað vandinn þar. Og þá getur verið nauðsynlegt fyrir aðra aðstandendur að grípa inn í. Og það hefur oft verið gert og ekki neitt annað að ræða. Stundum þarf bara að taka völdin af fólki til þess að það sé ekki sjálfum sér og öðrum til hættu. Svona nú líf mannsins líka, getur alveg farið út í þennan farveg. En Drottinn umræðuefnið og hann sá sem að við viljum lúta, tilheyra og vera undir og getum alveg verið þetta allt saman. Það að segja ef við bara fáumst til þess að viðurkenna staðreyndin. Og hver staðreyndin? Styrkur trúarinnar og veikleiki minn. Þetta eru staðreyndir. Veikleiki minn gerir mistök en við getum tilheyrt honum sem fullkominn. Og þetta auðvitað mjög stórt orð að taka upp í sig að einhver sé fullkominn. En þetta það sem að trúin sannfærir okkur að Guð fullkominn og það sem hann gerir fullkomið. Og að því að það fullkomið segir trúin mér að engu þarf að breyta þar. Þetta algjörlega og skjön við allt sem hér í heimi. Við erum endalaust að staga í allt sem við gerum. Bara líttu upp, horfðu til hægri og vinstri og þú sérð þetta út allt. Það eru mistök, það meira sem mistök í byggingum geta gerst og einhver veikleiki kemur upp í þeim og þessar byggingar bara hrynja og stór hópur af fólki bara greft undir rústunum. Mistök. Kristur gerir engin svona mistök af því hann fullkominn. Hann skilar engu frá sér nema því sem fullkomið og þú ert sköpun hans, þú ert í fullkominn manneskja. Trúir þessu? Já, það það sem trúin vill að þú trúir, já, og að þú vitir af þessu. Við erum að segja það líka hvað þú þarft til þess að þetta verði. Þú þarft að eignast trú, hún gjöf, hún kemur þegar Drottinn vill að hún komi. Ég getur vel verið að við getum beðið og við getum alveg beðið fyrir því að vinnur okkar og ættmenn fái trú. En Drottinn gefur trúna. Ég hef ekkert það mál að segja. En ég get hins vegar látið á mig kræla í bæninni. En ég verð þá að biðja. Ég verð þá að vera þessi bænimanneskja sem biður og þá þessi manneskja sem að verður til þess að ég og þú og einhverjir menn og konur eignist það sama og ég á og það auðvitað markmiðið að menn eigi það sem ég á og ég á trú. Það það sem við eigum sameiginlegt og þú getur aldrei orðið ég og ég get aldrei orðið þú og mín reynsla mín reynsla og prívat eign sama með þig þannig að það verður alltaf þetta mín reynsla og þín reynsla. En reynslan í Kristi, hún getur alveg verið sameiginleg. Þegar við erum að læra sömu bók, Drottinn að tala til okkar svipaða hluti, hann byggir okkur upp
kannski já í sitt hvora lagi marga, en samt erum við að gera þetta sama. Við erum að taka púlsinn á Jesú, segja frá honum, vegna þess að við erum að reyna það góða frá honum að þessu leyti og þetta erum við að útbreiða. Þannig við sjáum að við erum ekki stjórnmálamenn eða flokksdindlar einhverjir sem að útbreiða stefnu flokks. Það verður áfram og allt í lagi með það. Við erum ekki þar, en við erum hins vegar að útbreiða lifandi Guð. Sumir þekkjast þetta, aðrir þverskallast við og hrista höfuðið. Þetta verður alltaf vegna þess að maðurinn á sínum tíma féll. Hann komst undir afl lygnar sem er það sem við þurfum að forðast, en sjáum ekki áður en að við fengum trú, því að trúin opinberar okkur þetta og ekkert annað. Það er það sem trúin gerir og hún heldur áfram. Hún segir okkur sannleikann eitt og annað. Hún sýnir okkur mistökin sem við erum að gera. Við vorum að nefna hér áðan að hús hafi hrunið og allt saman það vegna þess að mistök voru gerð sem ekki alveg komið fram í hverju eru. Þetta er einhver mannleg mistök sem þarna eiga sér stað, hvort sem það á sér stað í sementunni sem var notað eða byggingarefninu sem að það var eitthvað klúður þar, en það voru mistök sem olli því að með tímanum þá hrundi þetta hús yfir stóran hóp af fólki. Mistök. Svona mistök gerir Drottinn ekki, því hann er fullkominn. Hann gæti ekki gert þessi mistök þó að myndi reyna það, því hann er fullkominn. Hann sendir ekkert frá sér nema það sem er fullkomið. Og þetta er eitthvað sem hann vill að ég og þú vitum af, tilherum og séum undir vegna þess að þetta er staðreynd. Þetta er staðreyndir sem hann vill að við meðtökum og hún byrjar að koma til okkar þessi fullvisa gegnum trúna. Áður var þetta okkur lokaður heimur. Við heyrðum talað Guðs ríkið en við veittum því enga athygli. Og okkur áttu við að veita því athygli, við höfðum engi skilyrði í okkur til þess að veita þeim neina athygli. Þannig við sjáum gæði Guðs í þessu öllu saman. Hún er mikil og hún er ekkert á grunn gengin. Ég er að tala hér lifandi Guð. Einhver talaði við mig lifandi Guð á sínu tíma og það leiddi mig til frelsis. Og ég er að segja sama og þessi ágæti vinur minn gerði á sínu tíma, þó ég kannski ber ekki fram nákvæmlega sömu orð og hann, þá er ég að benda á Jesú. Ég er að segja frá honum, ég er ekkert að segja frá sjálfum mér. Ef ég tala sjálfum mér þá tala ég bara mann sem hefur gert mörgum mistök og er þá að taka undir með þér sem að segja sama. Við erum ekkert að bera þetta neitt fram og það verður til lítils að bera mistakasögu mína fram. Við berum fram hann sem heitir Jesús sem er fullkominn. Og það er nú aldeilis flott að geta borið eitthvað fram í þessu fallvalta heimi sem að sér ekkert nema ranglæti og er fullur af ranglæti og menna ílskast hvorn út í annan og svo komum við allt í einu með boðskap sem að tala kærleika, hlýju, fullkomleika og svo framvegis. Þetta eru algjörar andstæður. En þetta er nú samt veruleikinn. Kristur er veruleiki. Hann er annar veruleiki heldur en veruleikinn sem blasir við í heiminum. En þennan veruleika er okkur ekki gert að sjá nema með gjöf heila sanda og ég hef ekkert það að segja hver fær þessa gjöf en hún er til staðar. Ég er vitnisburður, þú ert vitnisburður sem átt saman. Við erum vitnisburður þetta, að þetta sé raunveruleiki, þetta geti gerst. En hver fái þetta? Ákveður hann sem útdeilir þessu og hann heitir Jesús. Ég get hvatt hann, bent honum á í gegnum bænina sem ég er að biðja fyrir öðru fólki að það fái þetta líka. Og við megum ekkert veiklast í þessu. Þú þarft ef þú vilt gera það svo sem þá máttu spyrja menn hvort þú megi biðja fyrir því en þú þarft ekkert að gera það. Þú bara biður fyrir fólki. Þú biður fyrir því besta sem það getur eignast og það hvort þér sér það ekki núna eða á ekki Krist en eftir á þá mun það sjá það og það verður þér ævarlega þakklátt fyrir það að þú gerðir það sem þú gerðir. Og hvað gerðirðu? Þú baðst og það endaði með því að viðkomandi fékk
trúna. Kann að vera einhverjum einhverju sé óttaslegin yfir trúni, það er svo margt sem við erum að pæla í og velta fyrir okkur sem er bara bull út í loftið, en enginn sem að þekkir þetta, eignast þetta, hann þá snýst í huga og hjarta og segir, vá maður, ég vissi ekki að þetta væri svona flott, því að þetta er nefnilega mjög flott að eiga lifandi Guð í sínu hjarta, það er bara virkilega flott gjöf. En þetta er eitt af því sem við erum að tala um. Við tölum inn í heim sem alveg hristir hausinn yfir öllu þessu og við verðum líka að vita það sem eigum til þekkinguna, það er eðlilegt. Það er ekkert óeðlilegt í það að menn hristu höfuðið þegar þeir heyra þetta vegna þess að skilyrðin sem þurfa að vera til staðar eru ekkert komin. Þess að vélin, hún er ekkert að ganga á öllum á meðan að eitt kertið er óvirkt. En þegar þetta fjórða kerti er komið í, segjum það, þá fer hún að ganga á öllum og þá líka eykst krafturinn upp í það sem að kraftinum er ætlað í þessari gerð vélar og hinni. Og þú ert sem sagt manneskja, þú ert gætt ákveðnu krafti, en þegar að Guðs krafturinn er komin inn í þig gegnum heilagan anda, þá margfaldast þessi kraftur. Það er í þeim krafti, minn kæri vinur, sem að þú gætir talað inn í veikindi mann og kvenna og veikindin hverfa. Og ef Guð vill, þá getur þú líka talað inn líf í manneskju dáin líkama sem allt líf er lekið úr. Við sjáum að Kristur gerði þetta og það eru til fullt af vitnisburðum að menn hafi horft á fólk endur vakna til lífsins sem var dáið. Þetta er allt saman gert fyrir trúna vegna þess að það býr afl í trúnni. Manneskjan sem hefur þetta afl í sér er ónýt í sjálfum sér. Ef hún notar ekki trúna sína, þá læknar hún engan, reisir engan upp frá dauðum. Heldur er það trúin, heilagur andi í viðkomandi sem að gera þetta. Og hann kemur, hann er gjöf, hann er utanaðkomandi kominn til hjarta manns og kvenna. Vegna þess að við erum að boða lifandi Guð, við erum að boða kærleiksríkan Guð, við erum að boða hann sem hefur þetta allt í sér, á þetta allt saman til og veiklast ekki á að segja frá sjálfum sér og hann er að nota mig og þig til þess og gaf mér trúna til þess arna og sama gildir þig, þú fékkst trú til þess arna. Þannig að það er eins gott fyrir þig og okkur sem eigum þessa trú að skilja hvað við eigum, stíga út í því sem við eigum og gera verk Guðs. Tíminn okkar er stuttur. Þú sem ert komin yfir miðjan aldur og kannski svona, og Guð veit það, en komin á miðjan aldur og meira, að þú sér þegar þú horfir tilbaka að þetta verður allt saman verið á hraða. Það er bara eitt af því sem við upplifum, sem komin erum til ára. Annað var þegar við vorum ungt fólk, krakkar, þá fannst okkur tíminn bara ekki ætla að líða, hann bara var stopp. Við munum eftir því þegar við biðum eftir bílprófin okkar. Við munum eftir því sum okkar sem vorum í skólanum til að gespa þar og helst að skrópa. Við biðum eftir því að sá dagurinn upp þar sem að skólaskildinu lyki. Og sum okkar gerðum það að við höfum ekki sest í skóla síðan, það gerðist hjá mér. Ég vissi það þegar ég gekk frá Flensborg og skólanum með prófskírteini í vasanum, loka prófun og grunnskólinn að baki, ég myndi aldrei aftur setjast á skólabekk. Og það voru aldrei margar raddir sem sögðu mig það að þetta væri það vitlausasta sem þeir hefðu nokkuð tímann heyrt og ég myndi sjá eftir þessu, að vil ekki læra neitt. Og ég fór ekki inn á skólabekk og ég sé ekkert eftir því, en þetta hefur maður lært alveg helling. Ég er ekkert á móti því að menn læri og ég get alveg borið virðingu fyrir þeim sem læra, en þetta var það sem ég valdi. Og ég má alveg velja það og þannig að verkefnið er alveg skýrt hjá mér og þér og okkur öllum að við þurfum að boða Krist. Við þurfum að bera vitnisburðin okkar fram fyrir fólk Krist. Hver er þinn vitnisburður í Kristi?
Drottinn sér sjálfur að þú eigir vitnisburð sig, hann, Krist. Og hann hvetur okkur til þess að segja vitnisburðin okkar og ég veit það, ég get ekki annað en trúa því að menn og konur sem segja vitnisburðin séu að segja neitt nema sannleikann. Þegar þú talar Jesú nafni og allar ber eitthvað fram sem hann hefur gert fyrir þig, þá held ég að hann bara komi í veg fyrir það að neitt nema það sem skeði verði sagt. Þannig við getum alveg trúað vitnisburðunum. Við getum efast allt og að við erum nú svo yndislega trúað fólk að við efast nú margt sem að menn að bera vitnisburðum. En ég segi í Jesú nafni, það eru röng viðbrögð. Því að maður sem á vitnisburð, hann talar hann og Drottinn sér sjálfur að það sem hann segir sé satt. Þannig að við skulum bara trúa þessu og heiðra manneskjuna sem að lagði á sig að segja sinni vitnisburð. Kannski var það henni bara erfitt verk að gera það. Við skulum heiðra hana með því að minnst okkur trúa því sem hún að segja. Við óvirðum ekki fólk, leyfum heiminum að óvirða hvort annað, en við eigum ekki að gera það sem trúað fólk. Þannig að trúað fólk verður að taka sér taki. Það verður að hætta fyrir hugsunum þar sem að efinn alls ráðandi og vaðandi út allt í manni og konu. Þessu verður að linna og það í og með þess vegna sem við erum að tala, að þessu linni, þetta hætti. Við þurfum að trúa. Drottinn dó á krossi til þess að ég og þú mættum trúa. En hann góður. Við vitum að við ráðum öll okkar líf. Og þess vegna hann með menn og konur sem endalaust eru að hamra á þessum sannleika að við verðum að læra að trúa. Og trúin getur byrjað hjá einhverju það að við allavega berum það mikla virðingu fyrir bræðurum og systurum að við ljáum ekki máls á fyrirfram að það sé að segja ósatt þegar það talar vitnisburðin eitthvað sem að Drottinn hefur gert í þeirra lífi. Drottinn vill að þetta sé sagt frá þessu því hann veit að ef þú tekur við þessu þá fátt eins trúar eflandi fyrir þig og að meðtaka svona. En þú náttúrulega trúir þessu ekki, þá það líklega vegna þess að það býr efi í þínu hjarta. Kannski hefur þessi efi verið merktur þér alla þína ævi og það sjálfsagt má rekja þá til einhverja erfiðleika í þinni æsku eða í kringu þig að þú hefur ekki getað treyst neinum og að treysta engum áskapað, segi ég, oft á tíðum. Af hverju treystirðu engum? Mögulega það vegna þess að þú hefur verið að leggja eitthvað á fólk sem að það ekkert að valda. Þess að við erum að gera óraunhæfar væntingar til hvors annars svo oft sem að veldur því að því að ég stend mig ekki eins og þú vilt að ég standi mig, þá byrjar þú að tortryggja þennan einstakling. En það líka rangt að sjálfsögðu. Því að ég í sjálfu sér strangt til tekið get ekki gert kröfur á aðra menn. Þannig sé nema þá upp að einhverju ákveðnu marki, einhverju litlu marki. En ég get ekki gert kröfur til manna og kvenna, en ég get hins vegar gert kröfur til sjálfra mín. Og ég get gert þær kröfur til sjálfra mín að ég stundi mína trú, ég sé einlæg manneskja, ég sé það sem Drottinn segir að sitt fólk eigi að vera, ég get verið þetta, en ég get ekki gert í raun og veru kröfur til þín að þú gerir þetta. Ef að þú sér þetta ekki sjálfur og sjálf, að þá get ég nú ósköp lítið gert í því. Ekki þannig sagt að þetta sé einhvern merki vinslit. Drottinn segir að við eigum að elska alla menn. Þannig að ef að verða vinslit með þessum hætti þá nú aldeilis vanþroski í gangi hjá báðum líklega aðilum. Og við sjáum að við þurfum að taka okkur taki og gera hvert fyrir sig. Trúin fyrir mig og hún fyrir þig. Mér ætlað að stunda mína trú, en ég að því. Ég get sagt fyrir mína parta, já, ég hef nú verið að því. En ég auðvitað bara tala fyrir mig.
hvað þú sérð, ég bara get ekkert velt því neitt fyrir mér og reyni það ekki einu sinni að fá okkur að niðurstöðu í það. Því að þú bara, já, þér má finnast hvað sem þú vilt. En ég veit alveg hvar ég stend og það er mjög mikilvægt að ég og þú við vitum hvar við stöndum, hvar við séum, hvar við erum og í trúnni auðvitað, við erum að tala um hana. Og þetta er það sem við viljum tala um hér við þig, að þú eflist í þessu og þá tökum við saman fram bókina, við lesum í bókinni, byggjum heilagan anda að útskýra fyrir okkur það sem við erum að lesa og vittu til, hann gerir það. Af hverju? Þetta er bæn sem er honum velþóknanleg. Þú veist að heilagur andi er af þríeinum Guði, þannig að þetta virkar allt saman. Bænina þína heyra þér þrír, en heilagur andi er í þér. Kristur er á himnum, en hann heyrir í þér vegna þess að þú ert með í heilagan andi í þér og þeir tengjast beinum tengslum. Og þú líka vegna þess að þú ert tengdur við Krist gegnum heilagan anda. Þannig að það sem þú pælir, velti fyrir þér og hugsa, heyrir hann og bænin þína heyrir hann. Það er bara engin spurning og hann segist vera bænheyrandi Guð. En hann heyrir ekki hégómlega bænir og það talar hann um líka. Þetta er eitt af því sem við lærum. Við vitum hvað eru hégómlega bænir vegna þess að við erum að nema fræðin sem að Kristur hefur handa okkur. Og það er það sem hann vill að við nemum fræðin sem hann hefur handa okkur. Og hér erum við á stað þar sem að vakna stöðvar í okkur sem að taka undir þetta sem hér er sagt og hvetja einhvern til þess að halda áfram góða verkinu og best verður verkið þegar þú tekur þér taki og ferð að rækta upp þína trú. Þú getur farið með sjálfan því aðra átt og það nú farið að styttast í kosningar og byrjað að pæla í því hvaða flokkinn þú eigi nú að kjósa í næstu kosningum sem að framfara í haust eða ekki. Þú getur líka farið út í þá sálma að þú segir ég ætla nú ekki að velta þessu mikið fyrir mér en ég ætla að stinga mér ofan í laugina sem heitir orð Guðs. Og það er það sem við erum að hvetja þig til, stingdu þér í þá laug, stingdu þér á bólakaf ofan í orð Guðs. Já, og þú munt koma upp úr þeirri laug sem örlítið svona meira þengjandi og betur þengjandi og meira vitandi hvað Drottinn er að segja. Þetta frekar en annað er ekki án vinnu, né vinnuframlag. Það er engin heimsendingar þjónusta þar. Það eru til heimsendingar þjónustur í dag og fara vaxandi ef eitthvað er. En þannig er það ekki með orð Guðs. Þú verður að gjöra svo vel að bara hreinlega stinga þér á bólakaf ofan í laugina sem heitir orð Guðs. Og baðaði upp úr þessu orði, já, eins lengi þú vilt í hvert skipti. En þú þarft að gera þetta á hverjum degi. Sumir fara í bað á hverjum degi og það er allt í lagi með það. Ef að menn eru með aðstöðu til þess, þá gera þær það og ekkert mál með það. En þetta er það sem að Drottinn segir, baðaði í orði Guðs og notaðu daginn í það. Eða eitthvað part af degi. Sumir kannski stinga sér ofan í þetta á hverjum degi og koma sér svo fljótt upp aftur, tekur stuttan tíma, aðrir svamla lengur í þessari laug og þetta er allt í lagi, bæði er gott. Því að enginn stingur sér í þessa laug Drottins nema því að hann hefur vitund Jesú. Hann sem sagt mundi eftir Kristi og lét sig bara gossa í laugina, þessa laug sem heitir orð Guðs. Og kemur upp úr þeirri laug með aðeins meiri vissu trú og hvað trú sé, með aðeins meiri styrk hvað trú sé og svo framvegis og hann mun þurfa á þess að halda. Þess vegna er hann að þessu, hann viðurkennir það og segir við sjálfan sig, ég þurfti á þess að halda. Hann segir, já, ég er búinn að vera í þessu 30 ár og hvað er þetta, en ég þarf á þess að halda, segir hann bætir hann við, og hvað er það annað en bara skilabóti mín og þín að þessu lýkur aldrei.
vegna þess að þú munt ekki ná þessu. Og ef að þú heldur þú sett búin að ná þessu, þá vittu til að Drottinn minn sýnar að svo sé ekki. Og hvað gerist? Þú dettur inn í eitthvað hugarvíl. Það er merki til þín frá Guði að þú þurfir á honum að halda. Og annað sem er blessun í þessu öllu sem hann sér þetta allt. Minn þáttur og partur er bara að gera það sem Drottinn er að bjóða og gera það vel. Það get ég gert. Og þú líka, því við eigum trú, við erum af hinum fullkomna komin og rættu að það. Og núna eftir að hann fyllti þig heilugum anda, þá starfar það í þér. En það gerir það ekki nema þú kallir eftir því. Og þá, í þinni trú, alltaf í trúni myndi það, læknast fólk. Já, þess vegna rís upp frá dauðum. Og allur krankleiki fer. Og það er til vitnisburður þetta allt. Ólæknandi, illkynja sjúkdómir hafa horfið eins og dögg fyrir sólu af trú manna og kvenna. Þetta er það sem við erum að boða. Þetta er það sem við viljum að menn taki við, en við vitum líka að það gerist ekkert fyrr heldur en andi Guðs er kominn og hann er mættur. Þá fer ýmislegt að gerast en því miður ekki fyrr. Ég ræði engu það hvenær og hverjum Drottinn gefur andan. Ég réði engu það að þegar ég fekk anda Guðs fylltist heilugum anda. En það skeiði að þegar Guð er góður, hann ann fólki og hann ann líka bænum mann og kvenna sem er að biðja, já, þess vegna fyrir þessari ágætu manneskju sem þú ert hér að horfa og hlusta á. Og eins var það með þig. Þú, þinni ágætu manneskju sem eignaði sama, það skeiði á sínum tíma og reiknaði með að það sé vegna þess að einhver í þinni ætt eða einhver vinur eða eitthvað fór að biðja fyrir þér. Ég trúi því að þannig sé þetta nú í flestum tilvikum. Ef við látum ekki hjá líða að vera undir afli lifandi Guðs, því að það er okkur gefið að gera. Já, kæru vinir, við þurfum að ígrunda orð Guðs og við þurfum að vera undir afli Guðs og hann er að bjóða okkur það. Þetta er ekkert afsökun í raun og veru að koma sér undan því að hlusta á þetta og það er það sem við viljum hvetja okkur til að gera ekki. Við þurfum að heyra boðskapinn og við þurfum að þakka fyrir það fólk, menn og konur sem eru dugleg við að boða og breiða út boðskapinn því að við þurfum á honum að halda og sumir reyndar viðurkenna það betur en aðrir, en allir sem þekkja til eru ekkert á móti því að heyra og eru jafnvel þakklátir fyrir það. Þannig eru menn og konur að vinna mikið og gott verk í Jesú nafni og boðun er það öflugasta. Því að þetta snýst það að ég og þú við eignustum þessa trú á lifandi Guð. Við þurfum að eignast hana. Hún er gjöf, við eignustum hana, hún kostar ekki 5 aur og þú getur verið fátækasta manneskja í allri veröldinni, samt eignast þína stærstu og dýrmætustu gjöf sem er svo verðmæt þá að þó öllu heimsins auð yrðu lögð fram til þess að eignast þetta, þá væri hún meira virði en svo. Þannig þetta er ekki leiðin. Drottinn gefur þetta, engin maður getur greitt þetta, honum er sama það, hann vil bara fá sálina til sín, anda mannsins sem að skóp og gerði og blés nasir mannsins til sín aftur. Það snýst þetta allt. Þetta fauk allt út í veður og vind þegar Adam og Eva tóku röngu beina sína. Þá byrjaði þetta allt. En þetta var allt saman endurheimt í Jesú, en manninu gefið val hvort hann vilji þetta eða vilji þetta ekki. Hann stóð uppi með þetta val. Og Drottinn er að sveima jörðina með augun sín á allum jörðarbúum til að leita að þeim sem hann getur blessað, frelsað. Og hver er blessunin? Hún er trúin og ekkert annað. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.